velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Þessa dagana fæ ég til mín oddvita helstu framboða fyrir borgarstjórnarkosningarnar og ræði við þá stefnu þeirra í málefnum fyrirtækja og atvinnulífs í borginni, hvernig þeir vilji hjálpa fyrirtækjum að verða til og vaxa og dafna. Gestur minn í dag Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar. Vertu velkomin. Takk innilega, takk fyrir. Þið segið í kosningastefnunni ykkar að þið vilja að það sé einfalt og skemmtilegt að stofna fyrirtæki í Reykjavík. Já. Og að eiga fagna þeim sem hefja rekstur. Já. Þetta hljóma náttúrulega bara eins og tónlist hér á þessari skrifstofu. En sko mörgum sem að vilja fara á stað með rekstur, til dæmis í veitingabransanum, svo við tökum nærtækt dæmi, eða sem þurfa bara að fá samþykktar teikningar af nýju atvinnuhúsnæði, líður bara alls ekki eins og það sé einfalt eða skemmtilegt. Eða neitt sé að fagna þeim. Einmitt. Þegar borgarkerfið ógegnsætt, óskilvirt, alveg ofsalega lengi að virka. Já. Hverju þarf að breyta að ykkar mati? Ég get nú bara tekið undir þetta og við höfum greinlega verið að tala við sama fólkið af því það þú sérð áfallastreitu í mannsmynd þegar þú ferð að ræða við fólk sem hefur gengið í gegnum þá raun að stofna til dæmis bakari eða fyrirtæki eða veitingahús í borginum. Mér finnst þetta mjög leiðilegt að heyra því að þetta skiptir svo miklu máli að þú sért að styðja við þennan sköpunarkraft og framtakssemi hjá fólki og þú spyr hvað getur borgarkerfi gert. Það náttúrulega, sko, mér finnst það alveg liggja mjög ljóst fyrir að það þarf að einfalda kerfin hjá Reykjavíkurborg, eins og þú segir, þetta ógagnsætt og þetta svona kerfi sem aldrei búið að kerfa sig í einhverjar flækjur og við skiljum ekki alveg hvernig það virkar. Þetta líka gert á ríkisleveli þetta því að einn hlut af þessu heilbrigðiseftirlitið og það sannarlega stofnun sem verið að taka til í og það atvinnuvegaráðherra Hanna Katla sem með það núna fyrir þinginu og ég hugsa að það muni hafa einhver áhrif en ég held að ný borgarstjórn þurfi einfaldlega bara að setjast yfir þetta og átta sig á því hvar flækjupunktarnir eru í þessu og það hlýtur líka að sko, ég hef líka talað við þessa veitingamenn niður í miðbæ sem að tala sko þau hafa reynsla því að opna veitingastæði í Reykjavík versus kannski Flateyri, það bara gjörsamlega tvennt ólíkt, að því að viðhorfið hjá borginni dálítið svona skeptík, ég ætla að hafa eftirlit með þér, ég ætla nú að passa að þú sért ekki að brjóta allar þessar reglur sem við höfum sett, þannig ég held að þetta sé líka viðhorfsbreyting og það sem við myndum vilja sjá að borgin sé þjónustu stofnun fyrst og fremst og það sé bara, Ólafur, ertu með hugmynd? Ég ætla að hjálpa þér að láta hann að verða veruleika og ég ætla að finna út úr þessu með þér en ekki byrju hvernig get ég lagt alls konar steina í þína götu þannig að þú bara einhvern veginn gefist upp á leiðinni. Þannig ég held að þetta sé einhver leyti viðhorfsbreyting og fara í gegnum þessar reglur og bara við þurfum að skilja þær og það þurfa að vera skýrar fyrir bæði kerfinu og fólki sem ætla sér að gera eitthvað innan þessa kerfis. Það sem ég finnst áhugavert sko, í þessum samtölum við oddvitana, við þetta borð, að allir flokkar, frá Samfylkingu og yfir miðjuna og út á hægri vænginn til Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, virðast átta sig á þessu að þetta sé vandamál. Og margir af þessum flokkum hafa hins vegar verið við völd á undanförnum árum. Þið voru í meirihluta 2018 til 2025. Hvernig leyfðu þið þess að gerast? Hvernig varð þetta svona? Hvað klúðraðist? Hvað klúðraðist í meirihlutanum? Já, ég meina það auðvitað líka, það alveg margt sem að Viðreisn gerði vel í þessum meirihluta og við erum alveg stolt af lógu okkar þó að sko, eins og ég hef sagt sko, það ein lóga í borgarstjórn ekki nóg. Það mjög erfitt, við erum með 1 borgarfulltrúa núna, það mjög erfitt að vera 1 borgarfulltrúa í 23 manna hópi. Það gefur auga leið að þú stjórnar ekki í öllu. Þannig að það það sem við í Viðreisn höfum áhuga á að ná inn aðeins meiri slagkrafti og geta þannig haft áhrif. En það sem að má alveg taka til í samhengi við þetta, að því að það hefur líka með ykkar félagsmenn að gera hér hjá félagi atvinnurekenda, það það að Viðreisn hefur beitt sér mjög fyrir því að við séum með mælaborð og við séum með eitthvað svona skýrt yfirlit yfir það hvað við erum að gera. Það var sett mælaborð til dæmis fyrir ráðningar í ráðhúsinu, svona fyrir tilstilli Viðreisnar sem að mér finnst bara frábært en maður hugsar á sama tíma bara af hverju hefur ekki verið slík græja uppi fyrir jafn stóran vinnustað, þetta jú stærsti vinnustaður landsins, þannig að já, ein lóga ekki nóg og ég meina, veistu það, ég veit hvað þú meinar og við erum hérna að hittast oddvitarnir núna í pallborðum
víða bæinn og maður heyrir alveg samhljóm. Þetta einn af þessum punktur sem mér finnst augljóst að næsta borgarstjórn fer í. Þetta bara eitthvað svona, þetta bara orðið svo þreytt og þetta orðið svo lam og þetta dregur sköpunarkraftin úr fólki og það finnst mér vont. Ég las bara grein í mokkanum í morgun eftir með frambjóðandaðinn Robert. Já. Þar sem hann bendir á að í efstu sætunum hjá ykkur sé einmitt fólk sem hafi stofnað og rekið fyrirtæki. Hefur kannski bara vantað svoleiðis fólk í borgarstjórn? Ég ætla bara að segja já við því. Ég ætla að segja já við því vegna þess að þú þarft þessa praktísku reynslu af gólfinu og af kerfinu til þess að áttað á því, þú veist, hvaða nákvæmlega er. Við erum með sko af 4 í 6 efstu sætunum hjá okkur Viðreisn er fólk sem hefur bara nákvæmlega þennan rekstur, fólk sem hefur stofnað alþjóðleg hugbúnaðarfyrirtæki, Hopp, verið í eigin rekstri, verið með veitingahús bæði í Reykjavík og Stokkólmi og bara veit hvað. Ég ekki í þessum hópi, ég ætla bara að taka það skýrt fram, en veit hvað það þýðir að eiga allt þitt undir þegar þú ert að búa eitthvað til, þú þarft að borga þér síðast laun, þú þarft einhvern veginn að geta treysta á að, þú veist, kerfið greiði þína leið, þannig að þú bara einhvern veginn getur séð fyrir fjölskylduninni. Þannig já, ég myndi segja að það væri praktísk reynsla algjör lykill inn í þessi störf, því þá bara hefur augljóslega betri skilning á því hvar flækjurnar liggja og hvernig við lögum þær. Sko þið segist líka að stuðla að atvinnu uppbyggingu í kringum háskólana 2 í borginni, gera eftirsóknarvert fyrir nýsköpunar og tæknifyrirtæki að vera með starfsemi í hjarta borgarinnar, hvernig á þetta eiga sér stað? Er pláss í kringum háskólana fyrir nýja atvinnu uppbyggingu? Það mjög skemmtilegt samfélag í kringum háskólana 2 í Vatnsmýrinni og það auðvitað líka lykilsvæði ef við horfum aðeins lengra enn í tíman og tökum samgöngusáttmálann og þær framkvæmdir sem eiga sér stað með borgarlínu og betri strætóm og allt þetta á svæðinu. Til dæmis ef við tökum dæmi hús eins og Grósku sem orðið eiginlega svona skapandi hús, það alls konar fyrirtæki í þessum kannski svona sprotageiranum allavega fyrstum sinn, þar að tala til dæmis CCP, það var nú einu sinni sproti og þar hafa svona mörg skapandi element komið saman og ég hef nú sjálf unnið þarna, þetta svona, það gerist eitthvað þegar þú vinnur í svona stóru húsi með skapandi fólki úr alls konar áttum og þar svona frumkvöla, svona vinnuborð, þar sem að ef þú ert með hugmynd og ert með hugmynd innan háskólana þá getur þú fengið þar aðstöðu, þú færð smá svona búster fyrstum sinn og ég myndi bara gjarna vilja byggja á því góða starfi sem hefur verið unni varðandi, ég nefni Grósku og það frekari uppbygging áætluð á þeim reitum sem eru núna í boði, meðal annars í gegnum Alvogin og þessi flottu fyrirtæki okkar líka sem að eru þar. Þið segist til að lækka fasteignaskatta, þeir hæstu á höfuðborgarsvæðinu, 1,6% af fasteignamatinu, þeir eru konur niður fyrir 1,4% bæði í Kópavogi að Hafnarfirði, hver væri rétta skattprósentan í Reykjavík? Já, rétta skattprósentan, ég skal ekki nákvæmlega segja til það, en þetta, við náttúrulega höfum gert þetta í borginni og viljum áfram gera þetta í borginni. Ja, það var fyrir 5 árum. Já. Síðan hækkar bara fasteignamatið og skattarnir hækkar. Ég átta mig á því, en þetta eitt af því sem við viljum bara setja í forgang til að gera. Vandamálið það að fjárhagur borgarinnar mjög þaninn og það má líka alveg tala skýrt það. Það ekki mjög mikið borð fyrir báru og við sjáum það alveg ef maður lappar út í hverfin og við erum á hverfisfundum og skoða íþróttamannvirki á skóla, við höfum ekki verið að gera við það sem við eigum og ég hugsa að innviðaskuldin á eignum borgarinnar sé á 30 milljarða ef ekki meira. Þannig að það verður líka að tala hlutin eins og þeir eru, þannig að og mér finnst óábyrgt að tala það við ætlum að lækka þetta allt strax núna, það bara einfaldlega ekki svigrúm til þess núna, en ef að vel gengur á kjörtímabilinu að ná tökum á kerfinu, við viljum minnka báknið, við viljum draga niður í löngum skipuritum og við segjum minni peningi í kerfið, meira peningi í fólki, taka peningin út úr kerfunum og setja það inn í grunnþjónustuna, þannig að fólk finni fyrir þessu. Þetta eitt af okkar markmiðum að geta lækka fasteignaskattin á atvinnulífið og mér finnst líka, við sjáum það, við tölum bara mannamál, það fyrirtæki dálítið að flýja borgina, eins og til dæmis ég satt með honum Þorsteini Víglundsinum daginn inn í BM Vallá, það eitt af svona lykil fyrirtækjum innan Reykjavíkur sem að því nú á að koma húsnæðisuppbygging á Höfðanum, ég hef ágjörð þessu. Hvert eiga þessi stóru stöndugu fyrirtæki fara innan borgarmarkana og mér heyrist nú að það sé dálítið flótt í iðnaðarhverfi
annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst þetta bara að því ég svona manneskja, ég hugsa bara herri býtu fyrir ekki að við erum með stóra stöndu fyrirtæki, þá erum við bara með öflugt atvinnulíf, við erum með stóra vinnustæði, við erum með góða útsvarsgreiðendur, þetta eitthvað spennandi, þannig eitthvað spennandi sem getur gerst og ef þessi fyrirtæki að kjósa með fótunum og fara eitthvað annað, það bara ofsalega slæmt fyrir borgina, þannig að við verðum einfaldlega að bjóða betur og þetta líka bara skjóta inn einu varandi bíðum allá, ekki það ég sé sérstaklega herferð fyrir það, við erum undan með sömu uppástaði sem ágætt. Þetta eru störf sem gervigreindin getur ekki tekið. Þetta eru bara svona störf sem að þarna ertu með hellur og alls konar framkvæmdir og þetta er svona raunhagkerfis fyrirtæki sem að bara við þurfum á að halda. Já, þetta er nú eitt af því sem við höfum gagnrýnt undanfarin ári er að þessi fyrirtæki þar sem að þar sem bara fólk óhringar sig á höndunum í vinnunni. Já, nákvæmlega. Eru bara ekki nógu fín fyrir nýju hverfin sem við verðum að skipuleika. Það er verið að íta þeim upp á esjumela eða í önnur sveitafélag. Já. Mér finnst þetta ekki góð þróun og ég hef ágjörð þessu. Ég er svona raunsæis manneskja. Þetta eru algjör lykil fyrirtæki í borginni og ég bara hormaðist í framtíðar eins og ég er að tala um það get ekki allir verið að pikka á tölvuna sína í borgartúninu, það gefur auga leið. Þannig þetta eru bara alveg mikilvæg störf og mér finnst þetta eitthvað sem að borgin þarf verulega að fara að hugsa ef staðan er þannig að við erum að missa stóru fyrirtækin okkar. Hver á þá að borga fyrir velferðina? Þetta helst allt í hendur og þetta tengist náttúrulega allt. Og talar að taka peninga út úr kerfinu, sér þið fyrir það þarf að fækka borgarstarfsmönnum dálítið duglega, þeim hefur á minnsta kosti fjölgað mjög duglega á þess að það hefur endilega komið kannski meira út úr kerfinu. Já, ég hugsa að borgarbúar finni mjög fyrir vextinum á kerfinu en finni ekki mjög fyrir vexti í þjónustunni. Það er ofsalega slæmt og við sjáum þetta líka bara, þú hefur líklega verið að skoða traustmælingar eins og ég til borgarstjórnar. Traust til borgarstjórnar er í 13% núna. Ég held að þetta sé hluti af vandamálinu. Það er bara rosalega margir starfsmenn og kannski borgarbúar skilja ekkert alveg býtu, akkur fæ ég þá ekki þjónustuna? Það er bara 11.000 starfsfólk og hver er að sinna mér? Þannig að já, ég og við höfum talað um það að við viljum fara í vorhrengirningu og ég held að það þurfi, nú sé tímapunktur að við sjáum það líka, svipaði meirihluti hefur verið við völd núna allavega 3 síðustu kjörtímabil. Það er bara rosalega gott og hollt og ég held við eigum bara alltaf að gera það reglulega. Það þarf bara aðeins að hrista út og það þarf bara að spyrja erfiðu spurningana, stjórnendur og starfsfólk bara hvernig er staðan, er eitthvað verkefni sem við getum hætt með, hvernig getum við þjónusta betur borgarbúa, hvernig getum við einfalda ferla og það felur í sér að stytta skipuritin. Og ég myndi gjarnan vilja, að mér svo oft þegar það er eitthvað vandamál þá er hringt í mann, sem hringir í yfirmann, sem hringir í þennan og svo er málið leyst eitthvað, 4 dögum seinna á einhverju allt annarri skrifstofu. Getum við ekki haft þetta þannig að við séum að leysa málið nær okkur, það sé þá meira backup inn í skólunum og við höfum bókstaflega bara talað um það, getum við ekki fært fólk eitthvað úr borgartúrinu inn á gólfið í skólunum. Ég á svo sem eftir að ræða þessa hugmynd við starfsfólkið, en ég held að séu mörg tækifæri til þess að ná kostnaði niður við yfirbygginguna og mér finnst það vera markmið vegna þess að við sjáum í tölum að Reykjavíkurborg nýtur ekki stærðar hagkvæmni þegar kemur að rekstri á þjónustu borgarna. Við erum langstærsta sveitafélagið, við eigum að njóta stærðar hagkvæmni og ég ætla ekki að hætta fyrir við náum því. Eitt mál sem að brennur daldið á okkar félagsmönnum, það eru umferðarmálin og þá kannski í samhengi við skipulagsmálin. Hvað finnst þér deiluskipulagið á Suðurlandsbrautinni þar sem á að fækka akrinum fyrir bílaumferð, fækka bílastæðum samhliða því að borgarlínan kemur eftir götunni? Okkar félagsmenn við Suðurlandsbrautina og er alveg upp í Múla hverfi, þetta er eitt helsta atvinnu og þjónustu hverfi borgarinnar með 5.000 starfsmenn, 100 milljarðar króna veltu. Eru mjög lítið talað við fyrirtækina það. Þau eru mjög ósátt við deiluskipulagið. Ég hef bara ekki fundið neitt í hverfinu sem er sáttur við það og heldur að nýja Suðurlandsbrautin verði betur en svo gamla. Og fyrirtækina á líka stórar áhyggjur af því að á framkvæmda tímanum verði bara ekkert aðgengi hjá þeim og þau muni bara einfaldlega þurfa að fara eitthvað annað. Hvað vil ég gera? Möntu breyta þér fyrir breytingum á þessu Suðurlandsbrautarskipulagi ef þú kemst í meirihluta? Við vorum nú á sama fundi daginn þar sem þessi mál voru mjög til umræðu. Ef við byrjum bara aðeins á stóru myndinni, þetta eru auðvitað hluti af samgöngusáttmálunum, þessar framkvæmdir og það er eitthvað verkefni sem við Viðreisn stöndum algjörlega við og mér finnst mjög mikilvægt að við tölum
fyrir því að sá samningur og þær fjárfestingar sem ríkið að borga í samgöngumála höfuðborgarsvæðinu sá samningur haldi í stóru myndinni. Svo það úrlausnarefnin hvernig við leysum þetta til dæmis inn á Suðurlandsbraut sem núna bara, auðvitað búið að tala mikið í þessari kosningabaráttu. Það aftur á traustinu, það erfitt að fara í svona framkvæmd, þú veist, borgin að fara í svona framkvæmd gagnvart fyrirtækjaeigendum, það 0 traust, 13% traust, skilur við. Og sporin hræða, þú veist, Hverfisgatan, Vatnsstígur og alls konar framkvæmdir, það sem að bara, þú veist, fyrirtæki gefast upp, fara á hausinn, það ekki skýrt hvernig framkvæmdaplanin lítur út. Mér skilst að það sé ekki ennþá mjög skýrt hvernig framkvæmdaplanin lítur út fyrir Suðurlandsbrautina. Þú veist, ég held að þetta sé bara eitthvað algjört lykilplagg í því, bara hvernig eigum við að gera þetta. Þú veist, ég talaði um það á þessum fundi og vorum að tala þarna við fyrirtækjaeigendur á Suðurlandsbrautinu. Mér finnst alveg augljóst að það þurfi einhvern veginn bara næsta borgarstjórn fær þetta í hendurnar að finna útfærslur á þessu. Þú veist, hvort þú getur tekið þetta í einhverjum skömmtum eða farið í eitthvað svona minna road diet, bara það bara klárlega samtal sem við erum reiðubúin í. Mér finnst bara alltaf mikilvægt að við verðum að fara af stað með þetta svona fyrsti stóri parturinn af þessum samgöngusáttmála borgarlínu hugsunni. Mér skiptir rosalega miklu máli að við gerum það vel, að það mun hafa áhrif á verkefnið inn til næsta áratugar eða meira. Þannig að þetta bara samtal og við fáum þetta í fangi og ég bara hlakka til að mæta þarna fyrirtækjaeigendum og hvernig við gerum þetta saman. Og ég var nú glöð að heyra líka í fyrirtækjaeigendum, þau sögðu öll, herðu, við viljum halda áfram með samgöngusáttmálan. Við viljum fá þær samgöngubætur sem þar eru til að komast upp úr svo hjólförum Reykjavík að kafna úr umferð. Við vitum öll að við þurfum eitthvað að gera og við vitum líka öll að við þurfum einhvern að bara setjast niður og ræða okkur í gegnum þetta. Og þar þarf einhver að gefa eftir, ég alveg meðvituð það, sko. Já, þetta tónn í okkar fólki sem ég tala við, sko. Þau segja, auðvitað þarf að gera þetta allt saman, það þarf að fara í allar þessar fjárfestingar. Já. Ekki bara sumt og útfærslan skiptir máli, sko, og að það sé hlustað á, sko, þá sem að reka fyrirtæki í þessum hverfum. Já. Það bara því miður gerðist ekki þarna við Suðurlandsbrautina. Nei, og það bara mjög miður. Það bara mjög miður. Ég tek undir það. Það svo erfitt að ætla að þvinga eitthvað svona fram sem stjórnvald. Það bara, það þungt og ég held að það komið dálítið í baki á fólki. En sko, þið eruð annars, sko, þegar talið samgöngusáttmálann, þá eruð þið náttúrulega leið að lýsa ykkur fylgjandi stórum framkvæmdum sem greiða fyrir bílaumferð. Eins og misláðu gatnamótunum á Bústafi og Reykjanesbraut, Miklubrautagöngum, Sundabraut. Sko, ertu sammála því að þessar framkvæmdir hafi tafist allt of lengi af því að þessi ferðamáti, einkabíllinn, sem nú ennþá ferðamáti okkar flestra hérna í borginni, sko, verður það áfram, hafi bara hreinlega mætt fjandskap hjá meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur. Já, þú stillir þessu upp með áhugaverðum hætti. Sko, vandamáli við borgarlínu ekki borgarlína. Vandamáli við borgarlínu hversu óheyrilegan tíma þetta hefur tekið og þetta mínar stærstu áhyggjur fyrir inn í næsta kjörtímabil. Nú ætlum við að einhvern veginn setjast aftur niður og byrja frá grunni að tala okkur saman. Bara, veistu það, ég held bara, hvorki ég né Reykvíkingar höfum þolinmæði í það. Við verðum að halda áfram. Að einhver leyti þetta alveg rétt hjá þér með fjandskap gagnvart einkabílnum. Við sjáum það alveg. Þú veist, það hefur verið bílastæðastefnan niður í 0,5 bílastæði við hverja íbúð, þú veist, þetta bara meikar ekki sens. Fólk, og það líka, þú veist, í hvaða röð þetta gert, ef að, þú veist, við ætlum að draga rosalega úr bílaumferð og skikka fólk til að ferðast með öðrum ferðamátum sem kom eftir 10 ár. Það bara meikar ekki alveg sens. Þannig að þetta þarf augljóslega líka að gerast í réttri röð. Þannig ég held að við séum komin í skotgrafirnar dálítið út af þessu. Að það hefur verið, fólk hefur dálítið verið þvingað í einhvern lífstíl sem bara engin vill og ekki til og ekki boði. Þannig ég held að við þurfum einhvern veginn að fara inn með dálítið annan tón inn á þetta kjörtímabil og inn í samtalið aftur. Að þú getur ekki stjórnast svona mikið í fólki. Við stöndum fyrir frjálslyndi og að fólk hafi frelsi bara til athafna og frelsi til svona hvernig það kýsa lífa sínu lífi. Já, tölum það einmitt hvernig borgin mætir þörfum fólks og atvinnulífs á öðru sviði. Sko, þú hefur nú í kosningabartunni oft talað glímu þína og þinnar fjölskyldu við leikskólakerfið í Reykjavík. Já. Og atvinnureikendur eiga þar náttúrulega hagsmuni bara með sínu starfsfólki. Já,
Akkurat. og eru hreint ekki sáttir við þessa svokölluðu Reykjavíkurleið þar sem að áherslan hefur verið á að í rauninni draga úr þjónustunni, Einmitt. stytta vistunartímann og það bitnar á sjálfsögðum leið á vinnustöðunum því að Já. bara með sko auknum umferðartöfum þá þýðir þetta bara að fólki gert erfitt fyrir að vinna fullan vinnudag og hvernig er hægt að tryggja þjónustu á leikskólanum sem að mæti raunverulega þörfum foreldra og atvinnulífs. Ég hef einmitt verið gagnrýnin á Reykjavíkurleiðina með sömu rökum. Reykjavíkurleiðin í leikskólum styður ekki vinnandi foreldra. Það er stóra vandamáli við hana og að því þú ert nú hérna jafnréttissinnaður eins og við Viðreisn. Sko, ef við veljum eitt verkefni í jafnréttismálum og ákveðum að gera það ótrúlega vel til að taka stöðu með jafnréttismálum, þá er það að hafa hér almennilegt leikskólakerfi þannig að foreldrar, mæður jafnt sem feður geti unnið og hafi bara frelsi til að vinna. Mér finnst það bara vera svona algjör lykil hugsun og þannig með þessari hugsun er leikskólakerfinu komið á í Reykjavík. Við í Viðreisn, við höfum kallað eftir meira frjálslyndi og meira svigrúmi innan leikskólakerfisins. Mér finnst allt of mikil miðstýring og mér finnst leikskólar boltaði niður í allt of lítil einhver svona miðstýri hólf þar sem er nákvæmlega verið að segja þér hvernig þú átt að gera hlutina. Mamma var að vinna á Borgarspítalanum í gamla dag og systir mín var þar á vinnustaðarleikskóla Landspítalan sem margir muna eftir að þetta voru frábæri leikskólar, Birkiborg og Furuborg og þetta. Þar er meira frjálsræði í því, þú ert vaktavinnu manneskja, þá bara skila þú inn vinnuplaninu þínu í byrjun hvers mánaðar og færð þá úthlutað bara leikskólaplási svona í samræmi við það. Þú ert þá kannski stundum að koma með barnið 2:00 og það er þá til 8 eða hvernig sem það er. Að sé bara svona gefið aðeins meira svigrúm í því hvernig fólk hagar sínu lífi lík og leikskólarnir spila dálítið með þar. Ég myndi vilja fá bara miklu meira frjálsræði inn í þetta kerfi og það má gjarnan gerast með því og ég veit það og örugglega eitthvað að þínum félagsmönnum hafa áhuga á að stíga inn í þennan veruleika vegna þess að það sem við heyrum frá stóru vinnustöðunum er að bara fólk kemur ekki aftur til vinnu af því að hvað átt að gera við litla barni það er engar lausnir og þannig að þá hefur verið talað um þessa hugmynd sem eru vinnustaðarleikskólarnir og mér finnst það bara algjörlega sjálfsagt eða það eru fleiri sem vilja, þetta er samfélagslegt mál eða það eru fleiri sem vilja koma að því og þetta er þetta hagur vinnustaða og atvinnulífsins að leysa þetta, þá bara auðvitað eigum að fara í það. Þannig mér finnst það augljós hlutur að við þurfum bara að gefa aðeins meira frelsi og eitt sem ég langar að segja til viðbótar vegna þess að það er verið að bera okkur sagði hún, Hveragerði er með þetta og það gengur aðeins okkur svona atvinnulíf í Reykjavík er aðeins öðruvísi en atvinnulíf annars staðar á landinu. Við erum höfuðborgin, hér eru stórir vinnustæðir sem betur fyrir eru enn stórir vinnustæðir hér og vonandi eru þeir ekkert á förum. Við þurfum líka að taka þetta með inn í reikningin. Við getum ekki alltaf verið að vinna í því að stytta þann tíma sem þú mátt vera með barnið þitt og hvað gerir þá? Þá setur enn meiri pressu á foreldra. Svo eru leikskólarnir í hverfinu meglaði þannig að þú ert að ég veit foreldra sem eru að keyra upp á Kjalarnes eftir leikskólapláss og svo framvegis. Þannig að ég myndi bara vilja meira frelsi, meira svigrúm og að fólk hafi svolítið val um það og skólastjórnir á sama tíma hvernig við gerum þetta best og fá fleira að borðinu. Að mér svo fyndið þegar það er verið að stilla upp atvinnulífið er eitthvað svona óvinur. Býtu fyrir ekki, atvinnulífið er bara við. Atvinnulífið er bara við í einhverjum stökum jökkum og vel til fara Þannig að þetta er ekki einhverjir andstæðir pólar sem vilja gjöra ólíkt samfélag. Þetta eru bara sameiginlegir hagsmunir að láta hlutina ganga hérna upp. Við höfum nú viljað líta þannig á það og svo er náttúrulega líka kannski fjölbreyttari rekstrarform, sjálfstæðir eða einkareknir leikskólar. 100% og við höfum bara góða reynslu af því í borginni þar er ágætt að nefna Hjallastefnuna sem dæmi og Félagsstofnun stúdenta rekur nokkra leikskóla hérna í kringum háskólasvæði og það er nú hluti af þessu blómlega háskólasvæði og það er bara frábært. Mér finnst það og það er líka dæmi foreldrarekna leikskóla í borginni, Vinagarður, KFMK leikskólan er í Laugardalnum og mér skilst bara að ánægja sé mikil þar og mönnunarvandi minni en hjá borginni og alls konar. Þannig að þó að borgin eigi erfitt með að græja þessi leikskólamál, það er ekki þar með sagt að allir aðrir eigi í vesinu með að græja það. Þannig að það er augljóslega eitthvað að í þessum málflokki og það er samfélkingin er nú bara með þennan málflokki í fanginu. Þannig ég held að við þurfum að fá fleiri lausnir þarna inn og meiri fjölbreytileika og svigrúm.
talandi rekstrarform og eignarhald. Ég stoppaði við það í kosningastefnunni ykkar að þið vilji bjóða út rekstur sem að einkaaðilar geta augljóslega sinnt betur. Hvað væri það? Veistu það, Ólafur, ég verða hrósar að þú ert fyrsti maðurinn sem greinilega last stefnun okkar og þú ert að spyrja okkur út í hana. Mér finnst það frábært. Það er bara þessi hugsun til dæmis varðandi, Malbikunarstöðin Höfða hefur nú oft verið nefnd sem dæmi. Annað dæmi sem við tökum fram sérstaklega eru Droplaugarstaðir, þannig Reykjavíkurborg að reka hjúkrunarheimili niður í bæ. Þetta eru þetta verkefni ríkisins og ríkið bara, við mætti gjarna koma inn í það eða einkaaðilar. Við höfum talað hérna aðeins með leikskólamálun og skólamálun, ég held að megi bara algjörlega hafa meira svigrúm þar inni, svo er þetta svona augljós dæmi þú veist, eins og til dæmis núna er nýlegt dæmi hérna borgin selur Perluna, þar ertu bara með augljóst, þú veist, þarna er bara eitthvað mannverkið sem var byggt á sínum tíma, er barnsins tíma og þarna er bara einkageirin og atvinnulífið og bara einhverju ferskir frumkvölar miklu betur til þess fallnir að koma inn í þann rekstur. Þannig ég held að mætti alveg vera meiri hugsun á þessu, þetta líka við útvistun, þú veist, þetta er innivistun og útvistun á verkefnum, augljóslega er eitthvað sem borgin þarf að sinna bara svona út frá öryggismálum og þú þarft að eiga einhver kerfi og svona, en svo held ég að það mætti bara alveg útvista og fá ferskar hendur. Það sem ég held að gerist líka, ef þú ert með alla fasta inna á skrifstofu, hvort sem er í Ráðhúsinu eða Borgartúninu allan daginn, þú missir líka bara smá snerpu við bara atvinnulífið þarna úti og fólkið þarna úti og hverfin og fyrirtækin og svona, þannig ég held að borgin hefði gott að fá alltaf svona ferska vinda inn bara á mörgum vígstöðum. Hugbúnaðargeirinn hefur sett ýmislegt út af það til dæmis og upplýsingatæknigeirinn að starfsfólkið sogist inn í borgarstofnanirnar í staðinn fyrir að borgin semji við fyrirtækin þjónustu og verkefni. Já, ég held að þetta sé eitt af því sem við myndum bara klárlega vilja skoða með þessum hætti, hvar er betra að útivista og ráða svona sjálfstæðstarfandi, bara 100%, og ég held að þetta er líka við borgarfulltrúana, að þið nú sjáum að það eru 23 borgarfulltrúar á fullum launum og fyrsti varaborgarfulltrúi allra flokka er á 70% launum, þarna hvað ertu að gera? Þú ert að soga alla inn í ráðhúsið. Eins og ég meina í Kópavogi þar er einn borgarfulltrúi á fullum launum og það er bæjarstjórinn hinir eru á einhverjum 30% og þá eru það þýðir það að þú ert eitthvað hluta af vinnutímanum þínum, ertu að sinna bæjarmálum og borgarmálum og svona pólitíkinni, en svo ertu líka bara í tengslum við samfélagið að núti. Ég held að þetta hafi dálítið gerst í stórum stíli á borginna, bara svona allt svolítið svona sogað inn, þannig að þá missur líka dálítið þessa tengingu og snerpu. Þannig ég held að þetta væri svona einhver bragur að taka þessi málu öll í gegn. Talandi einkavæðingu, þið vilja selja Malbikunarstöðina, hvað fyrirtæki eins og Ljósleiðarann eða Carbfix á það að vera í rekstri hjá borgarfyrirtæki eins og Orkuveitunni? Það er bara ótrúlega góð spurning. Mér finnst alveg smá skrítið, þú veist, ef við erum að tala um það nú er Carbfix í samningaviðræðum við Húsavík og þú veist, bara sveitafélög allt annars staðar á landinu, er á endanum borgarstjórn sem ber ábyrgð á því hvað Carbfix er að gera og þannig ertu með dótturfélags, þannig að þetta er orðið svolítið langt frá borgarfulltrúum, þannig að mér finnst ekki alveg augljóst hvernig ábyrgðin getur verið hjá borgarfulltrúum, þú veist, bara í svona stóru verkefni sem við höfum, nú tala eins og ég sé komin þangað, það er alltaf læg, ég vonandi kemist í þangað, hvernig átt þú að geta borið ábyrgð einhverju sem þú hefur svona litla stjórn á, þannig að mér finnst það óeðlilegt. Þú veist, af því að þú veist, borgin ber á endanum ábyrgð á þessu, þannig að mér finnst þetta allt dæmi sem má skoða, þau sem eru á fyrirtækinu eins og Ljósleiðin og svo sem eru á samkeppnismarkaði, þar ertu náttúrulega komin svolítið út fyrir þessa grunnþjónustu og þetta bara hvert er hlutverk borgarnar, þannig að ég held að við hljótum að fara inn í það samtal með opnum hug. Að bjóða út og selja veist, það sem er í þessum samkeppnisrekstri en svo er þetta alltaf ólega eins og veist, þetta er alltaf eins og við Malbikunarstöðina borgin þarf að malbika fyrir marga milljarða á ári kannski sína tölurnar á endanum að sé betra að eiga þetta en mér finnst allavega algjörlega þess virði að skoða það. Nú kemur bara loka spurning. Erum við búin? Af hverju ætti fólk sem rekur fyrirtæki eða langar til að stofna fyrirtæki í Reykjavík að kjósa Viðreisn? Viðreisn stendum með atvinnulífinu. Við höfum praktíska reynslu ofarlega á okkar lista. Við erum bara með fólk sem hefur staðið í atvinnurekstri, þekkir flækjurnar, veit hversu þungt það er að fá vínveitingaleyfi, fá starfsleyfi, vera alltaf á leiðin að bóla þér út eitthvað staðar og ágjörna sem fylgja því.
við erum frjálslynd miðjuafl, við erum ekki á pólunum, við viljum bara öflugt atvinnulíf, við erum hægri hagstjórn, vinstri velferð, við viljum fara vel með peningana og gera það verkum að það sé gaman að stofna fyrirtæki, gaman og einfalt að stofna og reka fyrirtæki í Reykjavík. Takk kærlega fyrir komuna í Kaffikrókin, Björg. Takk fyrir mig.